og ég með Lennon-húfuna mína sem ég keypti mig fyrir hvað árið síðan, eitthvað svoleiðis. Keypti hana hjá Strawberry Fields í Liverpool. En þar kappinn oft hafa verið sem barn og leikið sér með munaðarlausu börnunum sem þar voru. Einhver talsverður fjöldi. Það hafa alltaf verið til munaðarlaus börn því miður í heiminum og þau eru ennþá á meðal okkar. Munaðarlaus börn koma vegna stríða og munaðarlaus börn koma vegna þess að bara foreldrarnir hreinlega deyja. Þannig að þau greyin verða víst alltaf með okkur. Ég er ekki munaðarlaus og þú ert kannski ekki heldur munaðarlaus, en ef þú átt Jesú þá ertu ekki munaðarleysingi, því hann hefur tekið þig að sér. Og þannig að þetta er boðskapurinn sem við getum alltaf boðað og er boðskapur sem að virkar vegna þess að vera sannur. Og svo fullorðnaðist ég og lífið byrjaði svona eitt og sjálfstætt fyrir mig, eins og hjá þér líka. Og ég gekk náttúrulega minn veg og fór þessa átt og hinn áttina og ein áttin var ekki góð og ég reyndar komst nú frá henni aftur nokkrum árum síðar og ber þess á vissan átt enn merki að hafa farið þessa leið. Svo grafalvarlegt var nú það mál. Og þetta eru menn að gera þess og kruss og fram og tilbaka vegna þess að það er svo erfitt að komast að með sannleikann og ekki bara komast að með sannleikann, heldur fyrir viðkomandi að taka við honum. Margt heikist maður undan og gerir enn í dag. Ég segi nú í dag, þetta er þó eitthvað sem ég þarf að vinna með í sjálfum mér. Og þá hætti ég að heikjast undan þessu. Þetta er nú lífið minn kæri. Þannig við skulum bara glíma við lífið eins og það er. En við erum ekki að setja þetta í eitthvað flatneski þar sem enginn veit hvað er rétt og rangt. Hvernig ætlar að lifa slíku lífi þar sem enginn styggir þig nokkurn tíma. Og þú svoleiðis viðkvæmur að má ekki einu sinni horfa á þig með einhverju augnar og það ertu bara búinn. Þannig er nú með sumt fólk sem maður hefur kynnst, reyndar ekki mörgum. Að maður raun og veru þekkti eða aldrei neitt svo leiðis að einhvern veginn, ef maður kom á nálægt, þá byrjaði það svona að ýta manni frá. Og þú kannski þekkir þetta líka. Ég held að slíkt fólk sé aldrei einlægt fólk, getur verið ágætis fólk og allt það, en einhvern veginn, það er eitthvað í því, það hefur byggt eitthvað upp í sér það sem að hleypir mönnum ekki inn. Nú er ég að tala að fara inn fyrir eitthvað norm. Og ég er náttúrulega orðinn 70 ára gamall eins og þú ert búin að heyra áður hjá mér. Og ég er búin að kynna svona allum tegundum af fólki á minni tíð og hver er niðurstaðan? Hún er bara fólk er fólk og ég hef nú líka séð það að flestir okkar eru nú að reyna að gera það sem er betra og það blundar eitthvað í hjartanu okkar sem er að gera þetta. Og þú sér að þessi gæi hefur verið á rokk og milli, en ég skammast mín ekki til það, þetta er bara svona og þróast í þess átt og ég hef allstaðar skilið við mjög sáttur og svona í minningunni þá voru þetta allt saman bara fínasti söfniðir og ekkert undan þeim að kvarta. Við vorum bara að tala svona eitt og annað sem á dagana hefur drifið. Við getum svo sem alveg byrjað á einu, ég endaði nú á því áðan og getum byrjað á því núna því að það er mjög merkilegt. Þannig var það fyrir mörgum árum síðan. Ég held að ég hafi búið þá í Neskaupstað, ég man það. Jú, ég held örugglega að ég hafi búið í Neskaupstað. Þá var ég sýn í draumi, ég hef nú sagt þetta áður og sýnin var í heimabæ mínum, Hafnarfirði. Og ég á götu sem að ég fór daglega með ég var í skólanum, þegar ég var í leikjaskóla í Hafnarfirði.
og ég þar sest á ferð með þá ljómun yfir mér að þetta sé burt hrifningin. Ég man alltaf eftir því þegar ég var á ganginum að ganga og ég sagði þetta þó rétt. Þetta sem ég var búinn að heyra og trúði að það að gangi uppfyllingu. Og ég geng sem sagt eftir þessari gangstétt og þessari götu sem ég þekkti vel og það var fullt af fólki á þessari gangstétt. Og þau voru öll sem sagt að koma á móti mér, ekki á móti mér, já, geng á móti mér. Og ég man eftir því, ég veitti athygli alveg sérstaklega. Allt þetta blessaða fólk var ugglaust og róleg. Það var bara í sínu daglega lífi, í sínu daglega amstri. En ég vissi hvert ég var að fara. Ég vissi að ég var að fara til fundar við Drottinn í loftinu, í skýjunum eða loftinu, var ekki voru enn ára. Allir hinni voru ugglaust. Ég man ekki hvort að einhverju voru samferða mig, ég held örugglega ekki. Það var mikið af fólki að það. Og ég man eftir því á hægra megin á götunni voru nokkru menn á teppum að biðjast fyrir þar. Þeir skynjuðu eitthvað og gripu höfuð sér í örvæntingu því að þeir urðu ekki varir við neitt, þeir fundu ekki neitt. Og ég segi það einn Guð, það bara einn Guð. Og ég geng áfram, bara mína leið, ég vissi hvert ég var að fara. Og svo kem ég inn í eitthvað tæki, svona ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því, eitthvað far eða eitthvað. Ég veit ekki hvort það verið með þeim hætti, en svona sá ég þetta. Farinni var töluverður fjöldi og þetta fólk var alltaf að fara þangað sem ég var að fara. Og ég get glatt sjálf mig með því að þarna þekkti ég nokkra manneskju. En ég má auðvitað ekkert segja hvaða fólk þetta er. Og geri það heldur ekki. Þarna inni var ung stúlka. Hún kemur til mér og segir, ég þarf að fara, ég verð að fara og sækja prófskírtein, ég verð að hafa þau með mér. Og ég horfi til henni og segir, hvað ætlarðu að gera með prófskírteini þarna? Þú hefur ekkert við það að gera. Nú hélt bara áfram að tala um þetta, ég verð að fara heim og sækja prófskírteini. Ég veit ekki hvort að hún fór, ég man ekki hvort hún fór út. Það skiptir ekki máli, mér var aðeins svo sem ekkert það, hún hefur frjálsan vilja eins og ég. Ég man eftir því að ég fór að hugsa, býtu við, verða menn einnig á þessu stað með einhverja hégómlegar hugsanir, samt vitandi hvað að gerast. Já, ég veit það ekki, það var allan mér sýndist það nú allan að vera í þessu tilviki. Svo sem sagt endar bara þessi sýn og ég sennilega þarna fyrir austur í Neskustad og vakna bara í mína vinnu en man þetta mjög vel, alveg sem þetta gerst í gær. En það ekki komið að þessu ennþá. En sumir og margir eru þeirra skoðanir að það var nú styttast í þennan tíma. Við veitum að með hverjum degi og styttist í þessa atburði, miklu atburði. Og þetta segir mér það, Konráð, vertu vakandi á verðinum hér og nú. Á þessum árum, var ég á sjó mjög ungur. Mjög ungur, það þótti ekkert mjög ung. Ég var 16 ára og margir voru yngri en ég. Og ég var vertíð í Grindavík, mest í Grindavík. Sem allt að leggjast í auðn hjá núna, en var blómleg byggð þá. Og ég man eftir því að alltaf þegar maður kom í land, það var vakið, maður var restur 4:30 á mótnana heldur minni mig. Morgunmatu 5 og byrjaði að draga 5-leytið. Og þegar við komum í land, við komum á land þótti nú snemma svona frekar, við vorum yfirleitt 7-leytið í landi og eins og við sögðum, við borðum kvöldmati í landi og maður búinn að vera vakandi síðan 4:30 morguninn en alltaf skyldi maður fara upp í sjoppu og fá sér eitthvað gotteri og nammeri eða þá maður fór með köllunum á stundum en skruppu stundum heim
oft heim svona á kvöldin þegar búið var að landa og öll og maður fór stundum með þeim. Oft fór ég með þeim. Og svo kom maður borð aftur og kannski 11 kvöldið, beint í kojin allan og var svo vakinn, 4:30 morgunin. Alltaf með sömu heitstrenginguna, nú skildi ég fara að sofa á kristilegum tíma í kvöld, maður var alveg grútsefjaður og svo vinna mestu og maður var nú ekki svona eru bara krakkar og ungir menn, þeir hugsa ekki alltaf mjög rökrétt, þeir þykjast auðvitað vita allt, við vitum allt það og maður var þóttist vita allt og vera með allt á hreinu. En svo þegar ég orðinn 70 þá var maður komist að þeirri ægilegur niðurstöðu að maður veit ekki neitt. Eftir að ég kom inn í kirkju, þá fann ég að ég var komin í starf. Ég man eftir því líka að Guð sér þetta allt, ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því. Þegar ég kem að austan, þá fyrir ég að vinna í fiskvinnslu í Hafnarfirði og var það hvað var í 8-9 mánuði eða. Og þá fyrir við öll í sumarfrí í júlí. Og svo fáum við í þessu sumarfrí uppsagnarbréf frá fyrirtækinu og með tilkynningu að því lokað 1. ágúst. Þannig að það var ekkert það að ræða að koma þangað aftur, annars stóð ekkert annað til en að halda þetta bara áfram. Ég kunni vel við með þetta. Þetta var fiskvinnsla sem var upp á Holti í Hafnarfirði, þú veist hvað það er. Þetta var áratuga gamall rekstur þar. Man ekki hvort að einhver bátur fylgdi þessu rekstri. Það getur vel verið að það hafi einhvern tímann verið. Ég held örugglega að það hafi ekki verið þegar ég er þarna. Og fiskurinn sem við fengum, hann var allur keyptur á markaði. Það er svolítið það í dag, menn þessar fiskvinnslur eru bara að kaupa af markaðanum fyrir sig sem dugar daginn. Það er svo sem ein leið, það er nú þessi leið sem að markaðurinn færið upp í hendurnar á okkur, það var þetta að menn gætu verið svona, í þessu rekstri á þess að vera kannski með bát sjálfur, en það yfirleitt hélst í hendur, bátur og einhver rekstur, fiskvinnsla. Og ég fer inn í kirkjuna og hef aldrei litið á mig, ég þekki það að vera atvinnulaus, ég upplýði það þarna, líkaði nú ekki vel við, fannst það að ég lett bara að vera atvinnulaus. En svo fer ég þarna inn í kirkjuna og eftir það hef ég aldrei litið á mig sem atvinnulausa mann.